Kæru, ég segi bara kæru vinir, yndislegt að sjá okkur öll og verið hjartalega velkomin á aðventuhátíð Boðunarkirkjunnar hér í dag. Þetta í annað sinn sem við bjóðum til slíkrar hátíðar og von okkar svo að fólk megi stíga hérðan út ríkari en þegar að það kom inn. Ríkari að nærveru Drottins og snertingu hans og miðli því ríkulega til annara með bræðra. En áður við byrjum þessa hátíð þá vil ég kynna það frábæra tónlistarfólk sem tekur þátt í þessu með okkur. Ef við byrjum á honum Stefán Helgi Stefánsson. Hann stundaði nám við söngskólan í Reykjavík og útskrifaðist árið 1998. Framhaldsnám stundaði hann í Mílanó og Berlín hjá Franco Castellana og James Wagner. Hann söng í óperukórnum í Gautaborg og einsöngvari við Lübeck óperuna. Stefán hefur komið víða fram á tónleikum og skemmtunum árabil sem tenórsöngvari og síðast en ekki síst hefur hann gert garðinn frægan innanlands sem erlendis í hlutverki Elvis Presley. En hann bregður sér í þann gírinn aðeins í kvöld með jólasirpu sem við höfum oft heyrt með þeim mikla snillingi. Dan Cassidy, fiðluleikari, fæddur og uppalinn í Bandaríkjunum en hann flyst til Íslands árið 1992. Hann hóf sinn feril í Evrópu sem atvinnutónlistarmaður aðeins 20 að aldri og eftirsóttur hljóðfæraleikari innanlands sem erlendis. Systir hans var hin heimsfræga söngkona Eva Cassidy en hún lést aldur fram. Elínu Ósk Óskarsdóttir, óperusöngkonu og söngkennara, þekkja allir hér væntanlega. En hún listrænn stjórnandi kirkjunnar í dag og hún hefur starfað sem söngkona vítt veröld ásamt hér á Íslandi. Stjórnað kórum og annars söngkennslu í hartnær 40 ár. Kjartan Ólafsson, píanóleikari, söngkennari og söngvari, starfar hér í Boðunarkirkjunni sem tónlistarstjóri og hefur yfirumsjón með hljómsveit kirkjunnar sem skipa þeim Jóhanni Grétarsinni, Konráð Óla Fjellsteð, Geir Jóni Grettisinni og Smára Eiríksinni sem kom inn sem slagverksmaður vegna country-samkomunnar sem við vorum með hér daginn en hér með okkur einnig í dag. Og ég heiti Magnea Sturludóttir og mun flytja ykkur á milli atriða boðskap sem margir þekkja sem jólaguðspjalli. Samsöngur ríkur þáttur í okkar safnaða lífi og þannig ætlum við að hefja þessa hátíð með því að syngja öll saman. Bjart yfir Betlehem og að því loknu mun Elín Ósk flytja okkur lagið Go Tell It on the Mountain.
Takk innilega fyrir þetta, Elín, og ég ætla einmitt að segja við ykkur er velkomið að klappa, ekki vera feimið við það. En áður en að ég byrja á jólagvíðspjallinu, þá fáum við næst að hlýða á jólalagasirpu sem hinn frægi Elvis Presley gerði garðinn frægan með, en hér í flutningi Stefáns Helga Stefánssonar, Presley Íslands. Gjörðu þið svo vel.
Eftirfarandi spádóm finnum við í Míka, 5. kaflanum og 1. versinu. En þú Betlehem í Efrata, ein minnsta ættborgin í Júda, frá þér læt ég þann koma drottna skal í Ísrael. Ævar fornt ætterni hans frá ómuna tíð. Og Jesaja spámaður, Guðs talaði og skrifaði eftirfarandi orðum Jesú Krist, frelsara mannkynsins, mörgum öldum áður en Jesús kom hér á jörð. En þar segir, af stofni Ísæ mun kvistur fram spretta og sproti vaxa af rótum hans. Andi drottins mun hvíla yfir honum, andi speki og skilnings, andi visku og máttar, andi þekkingar og Guðs ótta. Og Guðs óttin verður styrkur hans. Og Jesaja heldur áfram og segir, fyrir því mun drottin gefa yður tákn sjálfur. Sjá yngi smær verður þunguð og fæðir son og lætur hann heita Immanuel. Nú munum við heyra jólasirpu sem hefst á laginu líða fer að jólum.
Já, hann Lúkas, guðspjallamaður, hann byrjar á því að segja: en á 6. mánuði var Gabríel engill sendur frá Guði til borgar í Galíleu sem heitir Nasaret, til meyjar var föstnuð manni sem hét Jósef af ætt Davís, en mærin hét María. Og engill kom inn til hennar og sagði: heil vert þú nýtur náðar Guðs, Drottinn með þér. En hún varð hrædd við þessi orð og hugleiddi hvílík kveðja þetta væri. Og engillinn sagði við hana: óttast þú eigi, María, því að þú hefur fundið náð hjá Guði. Þú munt þungu verða og son ala, og þú skalt láta hann heita Jesú. Hann mun verða mikill og kallaður sonur hins hæsta. Drottinn Guð mun gefa honum hásæti Davís föður hans, og hann mun ríkja yfir ætt Jakobs að eilífu, og á ríki hans mun engin endir verða. Þá sagði María við engilinn: hvernig má þetta verða, þar ég hef ekki karlmanns kennt? Og engillinn sagði við hana: heilagur andi mun koma yfir þig, og kraftur hins hæsta mun yfirskyggja þig. Fyrir því mun og barni verða kallað heilagt, sonur Guðs. Þá sagði María: sjá, ég ambátt Drottins, verði mér eftir orðum þínum. Og engillinn fór burt frá henni. Nú fáum við að heyra lagið Mary Did You Know, eða María, vissir þú. Mary, did you know your baby
just, did you know your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding is the great I am. Já, Mattheus og Mattheusar guðspjall, það lýsir þessum atburðum á þennan hátt. Fæðing Jesú Krists var með þessum atburðum. María móðir hans var föst með Jósef, en áður en þau komu saman reyndist hún þunguð af heilugum anda. Jósef, festarmaður hennar, var grandvar, vildi ekki gera henni opinbera minnkun og hugðist skilja við hana í kyrrþey. Hann hafði ráðið þetta með sér, en þá vitraðist honum engill drottins í draumi og sagði: Jósef, sonur Davís, óttastu ekki að taka til því Maríu heitkonu þína. Barnið sem hún gengur með er af heilugum anda. Hún mun son ala og hann skaltu láta heita Jesú, því að hann mun frelsa líf sinn frá syndum þeirra. Allt var þetta til þess að ræta skyldu orð drottins fyrir munn spámannsins. Sjá, mærin mun þungu verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel, það þýðir Guð með oss. Þegar Jósef vaknaði, gjörði hann eins og engill drottins hafði boðið honum og tók konu sína til sín. Hann kenndi hennar ekki fyrr en hún hafði alið son og hann gaf honum nafnið Jesús. Þá komið að fiðluleikarunum okkar og honum Dan Cassidy að flytja okkur hið þekkta jólalag We Three Kings of Orient Are, eða Kóngar þrír úr austurátt.
Já, hann Lúkas, guðspjallamaður, hann heldur áfram að útlista þessum atburði og hann segir: en það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústus keisara að skrásetja skildi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gjörð þá Kýriníus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir að láta skrásetja sig hver til sinnar borgar. Þá fóru Jósef úr Galíleu frá borginni Nasaret upp til Júdeu, til borgar Davíðs sem heitir Betlehem. En hann var af ætt og kyni Davíðs að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar, kom sá tími hún skildi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu, af því að eigi var rúm handa þeim í gistihúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar. Og engill drottins stóð hjá þeim og dýr drottins ljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir, en engillinn sagði við þá: verið óhræddir, því sjá, ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur, sem Kristur drottinn í borg Davíðs, og hafið þetta til marks: þér munu finna ungbarn reifað og lagt í jötu. Og í sömu svipan var með englunum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu: dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins, sögðu hirðarnir sín á milli: förum beint til Betlehem að sjá það sem gerst hefur og drottinn hefur kunngjört oss. Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því þeim hafði verið sagt barn þetta. Og allir sem heyrðu undruðust það, en hirðarnir sögðu þeim: en María geymdi þetta allt í hjarta sér og hugleiddi það. Og hirðarnir snéru aftur og vegsömuðu Guð og lofuðu hann fyrir það sem þeir höfðu heyrt og séð, en allt var það eins og þeim hafði verið sagt. Þegar 8 dagar voru liðnir, skildi umskera hann og var hann látinn heita Jesús, eins og engillinn nefndi hann áður en hann var getinn í móðurlífi. Nú langar mig að bjóða ykkur að taka aftur þátt í samsöng, það sem Jóhann mun leiða okkur í og syngja öll saman og taka vel undir, vinir: nóttin var svo ágæt ein. Thank you.
er komið einmitt að hátíð þeirra höndum einn, Dan Cassidy og Elín Ósk. Og hljómsveitin, að sjálfsögðu. Já, Matthías, Guðspjallamaður, hann heldur áfram með þessa sögu og segir, þegar Jesús var fæddur í Betlehem í Júdeu, á dögum Heródesar konungs komu vitringar frá Austurlöndum til Jerúsalem og sögðu: Hvar er hinn nýfæddi konungur gyðinga? Við sáum stjörnu hans renna upp og erum komnir að veita honum lotningu. Þegar Heródes heyrði þetta, varð hann skelkaður og öll í Jerúsalem með honum. Og hann stefndi saman öllum æðstu prestum og fræðimönnum og spurði þá: Hvar á Kristur að fæðast? Þeir svöruðu honum: Í Betlehem í Júdeu. En þannig er ritað hjá spámanninum:
Þú Betlehem í landi Júda, ekki ert þú síst meðal hefðaborga Júda, því að höfðingi mun frá þér koma sem verður hirðir líðsmíns Ísraels. Þá kallaði Heródes vitringana til sín á laun og grófst eftir því hjá þeim hvenær stjarnan hefði birst. Hann sendi þá síðan til Betlehem og sagði: Farið og spyrjist vandlega fyrir barnið, og þið finnið það, látið mig vita, til þess að ég geti einnig komið og veitt því lotningu. Þeir hlýddu á konung og fóru, og stjarnan sem þeir sáu austur þar fór fyrir þeim uns hana bar þar yfir sem barnið var. Þegar þeir sáu stjörnuna glöddust þeir harla mjög. Þeir gengu inn í húsið og sáu barnið og Maríu, móður þess, féllu fram og veittu því lotningu. Síðan luku þeir upp fjárhirslum sínum og færðu því gjafir, gull, reykelsi og myrru. En þar sem þeir fengu bendingu í draumi að snúa ekki aftur til Heródesar, fóru þeir aðra leið heim í land sitt. Nú mun Stefán Helgi ásamt Dan Kassidór hljómsveit flytja okkur lagið Guðs kristni í heimi, en eftir þetta gullfallega lag mun Elín Ósk bætast hér í hópinn og þau Stefán Helgi munu syngja lagið Ó helganótt. Kristni í heimi, hljóði jöfnuna
stórkostlegu söngur fyrir slíkan konung sem við eigum. Já, hann Jesaja, hann sagði, því að barn oss fætt, sonur oss gefinn. Á hans herðum skal höfðingja dómurinn hvíla. Nafn hans skal kallað undra ráðgjafi, Guð hetja, eilífðar faðir og friðar höfðingi. Mikill skal höfðingja dómurinn verða og friðurinn engan enda taka á hásæti Davís og í ríki hans. Hann mun reisa það og efla með réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífu. Vandlæting drottins allsherjar mun þessu til vegar koma. Lof sé Guði fyrir gjöfina sem hann gaf okkur mönnunum. Hann gaf okkur sinn einkason eins og Jóhannes segir, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Ég bið þess að þú megi taka á móti þessari gjöf og bjóða Jesú velkomin inn í þitt líf. Áður en við syngjum lokasönginn saman sem heimsum ból, þá langar mig að biðja Stefán, Helga og Elínu Ósk að koma hér upp. Þau munu svona leiða sönginn og mér langar að biðja hana Aldísi og Marife að koma hingað og koma með kerti, sitthvort kerti. Það eru fengu allir kerti hér í lokin, þegar sem sagt áðan, er það ekki? Það eru allir með kerti. Og það sem við ætlum að gera, að Marife, hún ætlar að tendra ljósi hér og sem sagt, hún mun svo deila og þær munu deila þessu ljósi til ykkar vinir og á táknrænan hátt þetta svona eins og kærleikur Guðs. Við byrjum og við tendrum þetta áfram. Við færum kærleika Guðs til annara. Og Marife mín, ef að þú byrjar að kveikja. Og mér langar bara að bjóða ykkur að rísa úr sætum vinir og taka vel undir heimsum ból hérna með okkur. Leyfa okkur að heyra líka í ykkur og njóta þess að syngja hérna saman. See
Stórkostlegt. Þið megið slökkva á kertunum og stelpurnar munu safna kertunum saman. Mér langar að þið leggja kertin frá okkur þannig að við getum klappa fyrir þessu stórkostlega tónlistafólki hérna. Og mér langar að þakka þeim innilega fyrir frábæra flutning fyrir að gera þessa stund svo fallega og hátíðlega. Við þökkum innilega hérna fyrir ykkur öll sömul og Guðs blessunar bara til ykkur allra. Og fyrir ykkur kæru áhörundur, bæði þið sem eru hérna í salnum, því að það eru margir að fylgjast með okkur. Allir þeir sem fylgjast með okkur. Þakka ykkur innilega fyrir þessa stund og Drottinn blessi eitt og sérhvert ykkur og megi friður Guðs blessa eitt og sérhvert ykkur og megi friður Guðs sem æðri öllum skilningi fylla hjörtu ykkar. Að lokum langar mig að bjóða ykkur upp á heitt súkkulaði og smákökur hérna í hliðarsalnum. Þakka ykkur innilega fyrir samveruna hér í dag. Takk.